Verktaki saka framsóknarmenn í Reykjavík pólitíska spillingu og sóðaskap við úthlutun verkefna í miðborginni. Framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Fonsi sakar framsóknarmenn pólitíska spillingu og sóðaskap í tengslum við útboð á framkvæmdum í miðbæ Reykjavíkur. Hann útilokar ekki að máli verði kært. Höskuldur Kári Schram. Málið snýst uppbyggingu á brunareitnum svokallaða hér á horni Lækjargötu og Austurstrætis. Verkið var boðið út í síðasta mánuði og átti verktakafyrirtækið Fonsi lægsta tilboðið. Tilboð Fonsa hljóðaði upp á tæpar 138 milljónir en eitt bauð hins vegar rúmar 143 milljónir króna í verkið. Tilboðið Fonsa var hafnað þar sem fyrirtækið þótti ekki hafa uppfyllt öll skilyrði útboðsins. Samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir árið 2008 var eiginfjárstaða ekki yfir skilyrtu lágmarki útboðsins. Félagið hins vegar yfir lágmarkinu samkvæmt árshlutareikningi fyrir núgildandi ár. Þá einnig það deilt hvort félagið hafi reynslu af jafn stórum framkvæmdum og hér ræðir. Framkvæmdastjóri Fonsa segir augljóst að útboðið hafi verið fyrirfram ákveðið og ljóst að eitt átt að fá verkefnið. Vísar hann meðalans til þess að eitt hafi borgað í kosningasjóð framsóknarmanna á sínum tíma. Ég tel þetta sé bara pólitík, spilling. Þetta svona sóðaskapur sem við viljum ekki sjá. Hvernig þá? Já, við vitum öll sem fylgjast með fréttum, tengslin á milli framsóknarmanna í Reykjavík og umrædds fyrirtækis og ég held að það sé enn einu sinni að koma í ljós. Þeir eru uppskera fyrir styrk til framsóknarflokksins. Hallur Magnússon, formaður innkauparáðs Reykjavíkurborgar og fulltrúi framsóknarmanna í ráðinu, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að ekki hafi verið hægt að fallast á tilboð Fonsa þar sem félagið hafi ekki uppfyllt öll skilyrði útboðsins. Ekki hafi verið hægt að taka áslutareikning félagsins gildan þar sem hann hefur ekki skattalegt gildi. Hallur vísar ennfremur ásökunum spillingu á bug. Sigurfinnur hefur nú sett sig í samband við lögfræðing Samtaka iðnaðarins og íhuga nú að kæra málið. Formaður innkauparáðs Reykjavíkurborgar vísar því á bug að óeðlilega hafi verið staðið að útboði vegna framkvæmda á brunareitnum svokallaða í miðbæ Reykjavíkur. Höskuldur Kári Schram með þessa frétt. 14 fyrirtæki tóku þátt í útboði Reykjavíkurborgar í síðasta mánuði vegna uppbyggingar á brunareitnum svokallaða á horni Lækjargötu og Austurstrætis. Verktakafyrirtækið Fonsi átti lægsta tilboðið upp á tæpar 138 milljónir króna. Eitt sem átti næstlægsta tilboðið upp á rúmar 143 milljónir fékk hins vegar verkið. Tilboðið Fonsa var hafnað þar sem fyrirtæki þótti ekki hafa uppfyllt skilyrði eiginfjárstöðu og reynslu af stórum framkvæmdum. Þannig að það lá ljóst fyrir að innkauparáð yrði að synja þessu tilboði hans og það var gert í innkauparáðinu samhljóða bæði fulltrúa meirihluta og minnihluta. Þetta er síðan ítrekkað í yfirlýsingu sem innkaupaskrifstofa Reykjavíkur sendi frá sér í dag. Framkvæmdastjóri Fonsa mótmælti þessari niðurstöðu í fréttum Stöðvar 2 í gær og telur að fyrirtæki sitt hafi uppfyllt öll skilyrði útboðsins. Sakaði hann framsóknarmennum að beita sér í málinu til að tryggja að eitt fengi verkefnið. Hann sakaði framsóknarflokkinn að vinna fyrir fyrirtæki sem að studdi flokkinn hér árið 2006 en það sama fyrirtæki studdi Samfylkingu milljónir, Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri græna og það er aldrei erfitt að vinna í stjórnsýslunni ef að engin stjórnmálaflokkur sem hefur notið stuðningi frá fyrirtæki megi ekki taka þátt í afgreiðslu slíkra mála.